Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl. Suðurnesja magasín vikulugu þáttur frá Suðurnesjum hér á Hringbraut. Í þætti vikunar komið víða við á Suðurnesjum í menningu, mannlífi og fréttatengdum málum. Við förum út á Reykjanes þar sem nýtt ferðaþjónustufyrirtæki að fara í mikla uppbyggingu. Hér að fara að reisa þjónustumiðstöð hérna við Reykjanesvita sem brýn þörf á. Í þættunum fylgjumst við með kappakstri vélmenna sem nemendur Háaleitiskóla í Reykjanesbæ smíðuðu og þá kynnum við okkur málana í Reykjanesbæ þessa dagana, en það eru loftgæði og mengunarmælingar. Þá munum við flýta því að efnagreina þessi sýni, rykksýni sem við erum að taka síðan 13. nóvember þegar verksmiðjan var gangsett. Við kíkjum í hljómahöllina og á Rocksam Íslands og ræðum við Tómas Young vaxandi áhuga á hljómahöllinni sem áfangastað hjá Íslendingum og útlendingum. Það alltaf að aukast og fyrirtæki bæði í nágrenninu og í Reykjavík alltaf að fatta þetta meir og meir. Hvað aðstæðan hérna fín og auðvitað gerist það sjálfkrafa kannski þegar koma fleiri og fleiri húsi að þeir sjá aðstöðun. Þá kynnum við okkur jólaundirbúning í Reykjanesbæ, þar sem norskt jólatré og aldargamall jóladansleikur koma við sögu. Bylting verður í þjónustu við ferðamenn á Reykjanesi næsta sumar þegar þjónustumiðstöð verður opnuð við Reykjanesvita. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, og Rúnar Sigurvinsson frá Reykjanes Aurora tóku fyrstu skóflustungu að húsinu nýlega. Áætlað að þjónustumiðstöðin verði tilbúin í sumarbyrjun 2017. Það félagið Reykjanes Aurora EHF sem stendur á þessum framkvæmdum, en það í eigu 3 ungra Keflvíkinga, Rúnars Örvars Þórs Sigurðssonar og Guðna Sigurbjörns Sigurðssonar. Upphaflega fengu þeir félagar hugmynda byggingu smáhýsa úr gleri í nágrenni Reykjanesvita sem þeir hafa kynnt, en þeir ákváðu síðan að taka þátt í útboði að þjónustuhúsi. Smáhýsin eru á teikniborðinu og þeir vonast til að komast í það verkefni eftir að þjónustuhúsi rís, en þar að ræða 300 fermetra byggingu, þar sem meðal annars verður veitingasala og snyrting, en lengi hefur verið kvartað yfir því að nauðsynlega þjónustu hafi vantað á Reykjanesi. Reykjanes Geopark auglýsti í upphafi árs eftir áhugasömmum aðilum að uppbyggingu ferðaþjónustu við Reykjanesvita og bárust 4 tilboð. Svæðið heimsótt af 200.000 ferðamönnum á ári. Hvað þetta mikil framkvæmd? Þetta hlýtur nú að kosta ykkur að peninga? Jú, þetta fyrsti áfengi og vonandi fleirum, en hann kostar á vel á 100 milljónir. Hvað kemur til að þið ráðist í þetta verkefni? Það bara brýn þörf fyrir að hér rísi þjónustumiðstöð. Við höfum unnið verkefninu í tæp 2 ár og teljum að hérna sé bara gott tækifæri til þess að búa til svona þjónustu, enda sé þörf á henni. Það hefur verið margoft talað það að hér vanti meðal annars þjónustu eins og bara snyrtingu, klósett. Þetta hús mun að sjálfsögðu, þessi nýja þjónustu ykkar mun að lesa það. Já, ég ætla rétt að vona það. Já, hér verða 7-8 klósett, en eins og við vitum að þá hreinlega ekki klósett aðstæða, hérna salinsaðstæða hérna á Reykjanesinu, allir sé ekki bara í 5 km radíus hérna, sem að við erum bara næstu bæri Grindavík og svo bara Hafnir. Þannig að það brýn þörf og salinsaðstæða verður þá líka hönnuð þannig að hérna verður hægt að sækja á salerninu allan sólarhringinn. Hvað verður þetta mikið og stórt? Þið farin að hugsa eitthvað lengra, til dæmis varðandi hótelgistingu? Já, það búin að vera að hanna það, en það kannski komið örlítið styttra á veg, varðandi með deiliskipulagsvinnu og svoleiðis, en við erum klárlega, þetta vonandi eins og ég segi, fyrsti áfangi af 3 eða 4 sem við erum að setja stað hérna núna. Þetta þjónustuhús sem þeir að byggja, hugsuðu þið eitthvað sérstaklega út í umhverfi hérna, hvernig það lítur út? Já, það var lagt mikið upp á hönnun á þjónustumiðstöðin yrði til þess fallin og myndi falla vel inn í landslagið. Einnig náttúrulega höfum hort mikið til náttúruverndarsjónarmiða.
fram að því að sem sagt þjónustustöðin rís að þá hefur alltaf verið hægt að keyra alveg niður af Valahnjúk. Það mun breytast, hún verður fjær og það hugsað til þess í rauninni að hlífa svæðinu þar betur við öllum ágangnum undan bílunum og því og þannig við höfum lagt mikið upp úr því að þetta falli eins vel inn í landslagið enda er náttúran viðkvæm. Íbúar Reykjanesbæjar hafa kvartað undan reyk og lyktarmengum frá kísilveri United Silicon í Helguvík undanfarnar vikur og nú búið að setja upp mælistöð inn í byggðinni hérna í Heiðarhverfi. Sá mælir mun mæla magn kolmónoxíðs í andrúmsloftinu en það ásamt svifögnum og ýmsum lífrænum efnum eru hættulegustu efnin í reyk. Annars búist við að brennisteinstvíoxíð, köfnunarefnisoxíð og svifryk verði helstu mengunarefnin frá vinnslu kísilmáls í Helguvík og magn þess í andrúmslofti mælt á 3 mælistöðvum í 1 til 2 km radíus frá verksmiðjunni. Ein mælistöðin í Helguvík, önnur í Leiru nálægt Golfvellinum og svo þriðja í Hesthúsabyggðinni við Mánagrund. Já, við erum alltaf fyrst og fremst að mæla gastegundir, eða lofttegundir. Við erum að mæla hérna brennisteinsoxíð sem svona kannski helsta losunarefni frá kísilmálvinnslu. Síðan erum við að mæla hérna köfnunarefnisoxíð, köfnunarefnisdíoxíð, mónoxíð og svo kallað NOx sem samtala af þessum 3 efnum. Síðan mælum við svifryk í þessu tæki. Mælum bæði svifryk sem undir 10 mikró og líka undir 2,5 mikrón. Öll þessi efni hafa ákveðin hámarksgildi samkvæmt reglugerð, þannig að það þarf að fylgjast með þeim og þetta símæling. Mælingi fer fram á nokkra sekúndna fresti og svo tekið saman 10 mínútna meðaltal sem birtist á vefnum. Nú, hér erum við með ryksöfnunarmæli. Ryksöfnunarmælirinn, hann dregur í gegnum sig loft 500 lítra á mínútu og gengur samfellt í 6 daga, þannig að þetta er það, mann ekki hversu margir, nokkur 20 rúmmetra sem fara í gegnum filterinn og þau safnast í filter sem settur hérna inn og hann síðan tekinn úr og skiptum hann á 6 daga fresti. Eftir 1 mánuð þá söfnum við þessum filterum saman, 4 eftir hvern mánuð og þeir eru sendir í efnagreiningu. Þetta greinum við þungmálma, brennistein og svokölluð pH-efni sem sem sagt lífræn efni sem myndast við bruna á kolefni. Svo erum við náttúrulega með mæla hérna á þaki gámsins. Við erum með veðurmæli sem mælir vindstefnu, vindhraða, raka, hitastig og við erum með regnsöfnunarbúnað líka. Tekin voru sýni úr jarðvegi, gróðri og ferskvatni árið 2015, rúmlega ári áður en verksmiðja United Silicon tók til starfa. Þau verða svo borin saman við nýrri sýni til að meta áhrif starfseminnar á umhverfið. Samkvæmt vöktunaráætlun sem það plagg sem við leggjum til grundvallar, því sem við erum að gera hér, á að taka sýni af jarðvegi og gróðri og ferskvatni. Haustið 2015 voru tekin sýni, það var mjög viðamikið söfnun á sýnum úr jarðvegi og gróðri sem var gerð á Náttúrufræðistofu Suðvesturlands og þessi sýni hafa öll verið efnagreind og í þessu greindir þungmálmar, brennisteinn og þessi svokölluðu pH-efni. Ferskvatnssýnin eru tekin úr 2 tjörnum sem eru hérna norðan við Helguvík og þau eru tekin 3 ári. Þessi sýnataka, til dæmis af jarðvegi, hún verður endurtekin síðan seinna eftir að verksmiðjan fer í gang á næsta ári og þá hægt að gera samanburð á ástandinu fyrir og eftir og það er mjög mikilvægt. Bakgrunnsmælingarnar eru stór hluti af því sem við erum að gera. Við erum búin að vera að mæla hérna bæði lofttegundir og taka sýni af lofti, af ryki og náttúrulega jarðvegi og gróðri og ferskvatni. Þetta er búið að fara fram í cirka ár og þetta er grundvöllurinn fyrir mati á áhrifum verksmiðjunnar á umhverfið. Nú slapp óhreinsaður reykur frá kísilverinu á dögunum. Eru efnin í honum einhver þeirra sem þið eru að mæla hér?
Ekki, svo við vitum, við mældum í raun og veru enga hækkun á gildum, ekkert sem við getum svona tengt við gangsetningu verksmiðjunnar. Þessi efni sem í venjulegu brunalofti frá brennslu á timbri eins og var þarna að ræða, þau mælast ekki sem gastegundir, ekki sem brennisteinn eða köfnunarefnisóxíð, væntanlega. Hins vegar eru ýmis svifefni þarna sem hugsanlega gætu mælst í ryki. Og þess vegna munum við, af því við höfum verið að safna ryki allan þennan tíma, þá munum við flýta því að efnagreina þessi sýni, ryksýni sem við höfum verið að taka síðan 13. nóvember þegar verksmiðjan var gangsett. Þau voru sent í greiningu strax áramót, þannig að við getum þá fengið niðurstöður úr því hvort það hafi eitthvað mælst þar. Nemendur í 7. bekk Háaleitiskóla á Ásbrú sem hafa nýsköpunar- og tækniáfangan Hackit sem valfag tóku þátt í svokallaðri línueltikeppni í Eldey, aðstöðu tæknifræðináms Keilis og Háskóla Íslands. Áfanginn snýst að kynnast undraheim nýsköpunar og tækni og fengu nemendur meðal annars það verkefni að smíða lítil vélmenni og forrita þau til þess að geta ekið eftir strikaðri braut ásamt því að geta stjórnað þeim með snjallsímaappi. Keppt var hvaða vélmenni fór hraðast í gegnum brautirnar. En hvernig voru bílarnir smíðaðir? Bara með hlutunum sem voru í kassa og við þurftum að bara setja það saman. Og hvað með forritunarpartin? Þurftu að gera það líka? Já. Hvernig gerið þið það? Bara notum tölvurnar. Hvað áttu þið að láta bílinn gera í keppninni? Við áttum bara að láta hann klára brautina. Annarkvort eins nákvæmt og hægt eða bara eins rætt og hægt var. Og hvað kom til að þú vannst en ekki hinir? Hvað ætli hafið Því betur en þau. Stelpur, þið sigruðu í línubrautinni þar sem að bíllinn ykkar átti að fylgja svörtu línunni og þið voru búin að forrita bílinn til þess að gera það, ekki satt? Jú. Og getið þið sagt mér örlítið frá keppninni og frá bílnum? Já, þessi bíll þetta Simba og við bara þjálfuðum hann. Við þjálfuðum hann með svona skanna undir til þess að fylgja línunum og við þjálfuðum bara með því að fylgja línunum með skannanum. Þið forrituðu hann til þess að fylgja línunum? Já. Og hvernig gerir maður það? Það er bara svona skanniðinu undir sem skannar línuna og þannig að hann bara fer eftir línunni. Og finnst ykkur þetta skemmtilegur áfangi? Er þetta valáfangi í skólanum? Já, þetta er valáfangi og þetta er mjög skemmtilegt. Hafið þið áhuga á tækni? Já. Akkur ákvaðuð þið að velja þennan áfanga í staðinn fyrir eitthvað annað? Pröfu eitthvað nýtt? Já, spennandi. Gætu þið hugsað ykkur að vinna eitthvað tengt tækni og vísindum í framtíðinni eða læra eitthvað? Já. Keilir hefur tekið að sér að annast valgreinar fyrir nemendur í Háaleitiskóla á Ásbrú. Fyrir áramót verða nemendurnir í Hackit smiðjunni í Eldey en eftir áramót kynna þau sér fluggreinar eins og flugvirkjun og flugnám. Strákar, þið eru nemendur í hátæknifræði hjá Keili og voruð að kenna þennan val áfanga í Háaleitiskóla. Getið þið sagt mér aðeins frá áfanganum? Áfanginn snýst út af það að kynna þessi krökkunum fyrir tækni, forritun og koma upp áhuga þeirra fyrir þessi tækni yfir höfuð. Og svo getur þau skemmt sér að setja saman og komið svona hugmyndum hvað hátækni er heila. Hvernig datt ykkur í hug að hafa þessa keppni? Okkur fannst það rosalega skemmtileg hugmynd og við byggum til bíla með þeim og okkur fannst það svo skemmtilega hugmynd að láta bílana nota skynjara og alltaf línu og keppa við hvern annan. Það er svona skemmtileg hugmynd með krökkunum. Láta þau gera eitthvað. Og þau getið þið sagt mér hvað þau þurft að gera til þess að bíllinn yrði tilbúinn? Það fóru 12 vikur af undirbúning fyrir þetta. Þannig, við vorum með kit hana sem við fengum okkar tilbúin með öllum pörtunum sem okkur vantaði. Áður en það var, þú þurftum að kenna hvernig rafmagn virkar fyrst. Þannig að kveikja fyrst á perum, segja hvað rafmagn fyrir pluss og mínus, hvað er straumur og spenna og svona. Síðan okkur ferðu yfir þá í kitið með bílunum, þannig að fengu okkar til að setja saman bílana og tengja alla mótora, vera alveg 100% hvernig allt rafmagn virkaði akkurat eins og segir
og síðan vorum við með örtölvu sem við fengum til akkurat að leika sig með og forrita þessi forritin til þess að láta bílana gera vissa hluti. Þurfa þau að skrifa inn kóðana og þannig? Það er sem sagt, við notum mjög basic forritin C++, eða ekki. Þetta er svona blanda af C og C++, sem Arduino örtölvan notar. Þannig að við notum bara mjög léttar setningar, if, else, og lesa skynjara hvort hann segir já, 1 eða 0 og úr því setjum við saman forrit. Vorum að kynna þeim þannig fyrir þannig að bara einfaldir forritun hægt til að kynna þeim fyrir hugtækinu hvernig þetta allt virkaði. Og gekk þeim vel að læra þetta allt saman, þetta hljómar flókið? Þetta er hljómar flókið en ekki það flókið. Og vorum með æðislegan hóp, höfðu áhuga á þessu, skemmti sér fyrir það. Og voru bílarnir að gera það sem þeir voru forritaðir til að gera? Þeir voru það. Stundum. Það er stundum bara úrskeiðis hlutir, maður veit ekki af hverju, en það er partur af forritun. Einmitt, haldið þið að þið hafi náð að kveikja meiri áhuga hjá þessum krökkum á tækni og vísindum? Við vonum það sérstaklega. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Hvernig hefur hljómahöllin og rocksafni verið að leggjast í landan? Það hefur bara verið að leggjast ágætlega í landan, held ég. Og nýtingin á húsinu alltaf að aukast jafnt og þétt. Þannig að ég held að það sé bara að leggjast ágætlega í landan. Hvað er helsta aðdráttaraflið? Ég veit það ekki. Sko, við fáum rosalega mikið af fólki til okkar út af rocksafninu og út af nýju sýningur hans Bó og sýningur Pál Óskar og rocksafni sjálft. En það er svona kannski aðdráttaraflið. Aðsókn hefur verið að aukast mjög mikið á tónleikana hjá okkur. Búin að halda marga frábæra tónleika þessu ári og í fyrra. Svo Múkisson sem var á laugardaginn og Júníus Meivand og alls konar svona. Þannig að það er líka aðdráttarafl, en svo fyrir til dæmis mest okkar orka og tími fyrir mest í svona salaleigunar. Það er að leigja út sali undir brúðkaup og árshátíðir og fundi og ráðstefnur. Það er svona... Já, það má eiginlega segja að þetta hús er orðið svolítið svona nýr áfangastaður fyrir þannig uppákomur. Já, það er alltaf að aukast og fyrirtæki bæði í nágrenninu og í Reykjavík er alltaf að fatta þetta meir og meir, hvað aðstæðan hérna er fín og auðvitað gerist það sjálfkrafa kannski þegar að koma fleiri og fleiri í húsi að þeir sjá aðstöðuna og hvers konar staff er að vinna hérna og að hvað svona styrkleika húsið er, þannig að það er alltaf að aukast, já. Nú er nýbúið að opna hérna sýningu Björgvin Halldórsson og Páll Óskar var þar áður. Hvaða fólk er að koma að sjá þessar sýningar? Sko, það er náttúrulega alveg Íslendingar sem eru að koma að skoða Pál Óskar og Björgvin Halldórsson og 80% af gestunum sem koma á þessar sýningar eru hópar. Þetta eru Lionsklúbbar og saumaklúbbar og vinnustaðir bara almennt. Það er rosa mikið þannig að komi hópar til okkar og þá tökum við á móti hóparum og segjum fólki frá húsinu og segjum svo til dæmis frá hvernig sýningin Pál Óskar kom til og hvernig sýningin Bó kom til og svona. En já, mest allir komið í hópum. Segðu mig frá því, hvernig byggður upp þessa sýningu? Við þurftum að hugsa svolítið því að þetta er svo stór ferill og langur og ákváðum að taka þetta ekki alveg í tímaröð eins og er nú algengt að gera, heldur að skipta þessu svolítið svona eftir efnum. Tökum við nú æskan og uppeldið, hljómsveitirnar, söngvakeppnir, tónleikar, förum svona eftir því maðurinn hefur komið svo víða við, sko. Og ein sýningin hérna er sko það að hann hefur leikið í bíómyndum, hann hefur leikið í leikhúsunum og þannig svona skiptum við þessu niður og svo eru þetta líka hlutirnir sko, það er gítarasafnið og smámuna safn og... Björgvin er þekktur safnari? Hann er mikill safnari og geymir í raun og veru allt sem að svona tilheyrir hans sögu, hans ferli, hefur gert það alla tíð. Og þú þekkir vel til hans? Já, við munnum svo mikið saman að ég er með söguna svo í tölvunum minni svolítið og mikið á myndum og við áttum ekki erfitt með að finna út úr þessu og vinna þetta saman. Þannig að þeir sem koma á þessa sýningu, þeir eiga eftir að kynnast Björgvin eins og hann er? Já, ég held það er mikið af honum hérna sko, mjög mikið. Hann er sjálfur að segja sögur hérna á einum 4 stöðum þar sem við tókum viðtöluðan, hann er að segja sögur frá því þegar hann fór til Sovétríkjanna í tónleikaferð. Þegar Fats Domino kom hingað og sendi Björgvin út í búð að kaupa kjúklinga, hálsa svo hann gæti elda gumbo eins og þau gerðu hérna í Suðurríkjunum
og þegar hann lét plata Rod Stewart til að syngja í Broadway og svona, segir sjálfur þessa sögur og svo eru líka svona frásagnir frá öðrum. Það er eitthvað framundan hjá okkur, það eru tónleikar og fjör í allan vetur. Já, við erum kannski ekki búin að gefa út hvað er eftir áramót, en það sem er í desember núna, Eyþór Ingi að halda jólatónleika hérna, það eru tónleikar hérna sem heita Jólin koma, það sem að Latti og Sigga Beinteins, Stefán Hilmarsson og Helga Möller eru að syngja. Svo náttúrulega árlegu tónleikarnir komið með hljómsveitin Valdimar, þetta verður 3. árið sem að þeir eru að spila fyrir fullu húsi í stafnum. Þannig að það er það sem er framundan og svo bara fljótlega eftir áramótin þá gefum við út hvaða tónleikar eru svo eftir áramót. Og það er von á ykkur góðu þar? Já, það er, en maður má bara ekki segja neitt strax, maður þarf að klára að semja við tónlistarmenn og maður fyrir að segja frá okkur. En Múkisson, hann var nú að gera gott mót hérna síðustu helgi? Já, hann spilaði þetta fyrir tróðfullum Stapa og kom í raun og veru bara með Hörpu tónleikana sína. Hann gaf það fyrst út, hann var að fara að spila í Hörpu 2 kvöldir í röð og kom hingað með sömu hljómsveit og kom með hljóðmannin og ljósamannin sem voru þar, eða verða þar og já, þetta voru örugglega einu flott tónleikar sem eru haldin hér. Það var mjög stóri tónleikar hérna. Fullt hús og mikil stemming? Já, og mikil stemming og það er náttúrulega hægt að þakka Múkisson náttúrulega stóru hluta fyrir það því að hann er svo einlægur og hann er fyndinn og hann á svo marga fyndna sögur og ég held að fólki líki almennt bara vel við Múkisson og svo skemmir það ekki fyrir að hann er svo brjálæðislega góður tónlistarmaður og söngvari og já, það var alveg klikkustemning og bara ógeðslega flotti tónleikar. Á sunnudag verður skengst það bil 100 ára aftur í tíman í bryggjuhúsi Dús safnahúsa í Reykjanesbæ og boðið til jólatrésskemmtunar til að minnast þeirra skemmtana sem haldnar voru af Dúsversluninni 20 ára skeið upp úr aldamótunum 1900. Hugmyndin að njóta þess að koma saman í fallegu gamaldags umhverfi, dansa í kringum jólatré og syngja jólasöngva við píanóundirleik og reyna að laða fram hinn sanna jólaanda. Þá koma 2 gömlu jólasveinana og taka þátt í gleðinni, en eins og flestir vita eru þeir ólíkinda tól og aldrei að vita hverju þeir geta tekið upp á. Það er merkileg saga á baku þetta jólaball. Já, það var sem sagt hún Ása Ólafsen sem var eiginkona Ólafs Ólafsen sem var forstjóri í Dúshúsum sem að hún byrjaði á þessu og hélt fyrsta jólaballi í Fischershúsi og farið það svo yfir hingað og þetta voru alveg mjög vinsælar skemmtanir og alveg skemmt sér fram á nótt. Þá byrjuðu sem sagt börnin og dönsuðu inn í kringum jólatrí og fengu ýmsar kræsingar og gjafir líka og svo tók fullorðna fólki við og var með partí fram á nótt. Síðustu helgi fjölmenntu bæjarbúar í föndustund í bryggjuhúsinu þar sem börnin tóku þátt í því að skreyta salinn og jólatréð fyrir jólatréskemmtunina og hann nú glimrandi fallegur. Myndirnar með þessu innslagi voru einmitt teknar í föndustundinni þar sem Giljagur mætti og skemmti börnunum. Já, og við ætlum að halda sem sagt jólaball fyrir börnin frá 3 til 4 næsta sunnudag. Það sem að verður bara að dansa í kringum jólatrí og sungnir jólasöngvar og svo koma kannski ykkur jólasveinar í heimsókn. Þegar þú borðar piparkökur þá verður stórar og sterkir þetta. Fáðu piparkökur, Já, hvað höfum við hér? Gaman að sjá ykkur. Vá, hvað þetta er fínt hjá þér. Hvað er þetta hérna? Hvað er þetta? Hvað er þú að fæta? Hvað skal gera músastriga? Áttu mús heima hjá þér? Var hún að nota þennan striga sem þú ætti að gera? Áttu enga mús? Já, mamma og Bubbi múshandaði þegar hann tilbúinn bara. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra að miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem kemur út á 50 dögum á Suðurnesjum, Víkurfréttavefinn vaffe.is, hérna í símanum eða hverju sem og fyrir kylfingana þá erum við með golffréttir alla daga á kylfingur.is. Við þiggjum ábendingar gott efni í miðlana okkar. Við ætlum að enda þáttinn á skemmtilegum tónum frá kórnum Vox Felix. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst á vikuliðinni. Verið sæl.
Jólalukka 2016, skafmeðarleikur víkuhretta og verslana á Suðurnesjum. 6.000 vinningar að verðmætum 7 milljónir króna. Það getur fyllt í mikil lukka að gera jólainkaupin á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is